Já, Freyr, hvernig líst þér á landsleikina sem framöndan eru? Bara mjög vel, hlakka til og skemmtileg verkefni framöndan. Þetta er alltaf gaman þegar stærstu liði heims koma í heimsókn á Klakkann og það er mikið undir núna. Það eru 4 leikir eftir í þessum glugga, eða þessum riðli og á mjög stuttum tíma. Þannig að nú er bara, þurfa allir að vera sína sínum bestu liðar og taka sínum stóra og hvort sem það sé leikmenn, þjálfarar, stuðningsmenn, við þurfum bara öll að róa í sömu áttina og gera allt sem við getum til þess að ná sem flest stig af þessum 12 sem eru eftir. Nú er Ísland ekki tapað leik í undanriðli fyrir HM eða EM bara síðan, fyrir hvað, 6 ára síðan, 2013, held ég alveg örugglega, 2013 eða 12. Ætlaði að fara að tapa gegn Frökkum eða hvernig setur þið leikinn upp? Nei, við erum sjálfsögðu ekki með það hugarfar að sætta okkur við tap á móti heimsmeisturunum. Við erum, eins og þú segir sjálfur, við trúum á styrk okkar hér heima. Þetta er okkar vígi og við höfum náð góðum úrslitum. Við vitum alveg að þannig séum við engu að tapa. Þeir eru bestir í heimi og hrikalega góðir en við ætlum okkur að sjálfsögðu stig í þessu leik. Er þetta ekki fyrsta skipti í smá tíma síðan að þú og Erik tóku við sem að þið eru með eiginlega allan hópinn með ykkur? Það er ekki mikil meiðsli þrátt fyrir að Hörður hafi meist í þessu í gær. Já, ég er vongóður að vera alltaf í lagi með Hörð, en ef hann verður meiddur þá er það bara þannig. Það er alveg rétt hjá þér, það eru lang flesti leikmenn heilir heilsu, mismunandi staða á þeim, hvað er að spila mikið og svoleiðis, en heilir heilsu og tilbúnir í verkefni og það er frábær stað að vera í. Töluðum Andor á hann á blaðamannafundinum, unnum á 1-0 úti, 2-0 fyrir ekki þessi, takk fyrir að leiðrétta. En þetta var samt hörkuerfiður leikur, þið ekki sammála því? Þetta er bara óþægilegur leikur, það er óþægilegt að spila við þá. Þeir eru öðri sem flestir andstæðingar, hvernig nálgast leikinn, þeir eru ofboðslega fastir fyrir og svona aggressífur í sínu leik, góður að verjast, eins og ég sýndi ykkur Tyrkir og Frakkar átti erfiðleikum með að opna og skora úr föstu leikadröfum á móti þeim, þannig að það verður þolinmæðis vinna en við þurfum að vera vel innstiltir og ekki væri verra ef að fólkið væri með okkur hér og myndi ýta okkur yfir hjallan og ég held að við þurfum bara alltaf að minna okkur á það, við Íslendingar, að bera virðingu fyrir öllum andstæðingum og vera svona auðmjúk í garð okkar sjálfra og allra aðra sem að koma hérna og spila við okkur. Svo lokum bara Jói Berg, hann spilaði ekki mínútum með Burnley síðustu helgi og það er ekkert gert ráð fyrir hann spila neitt á morgun. Hvernig meturðu stöðuna fyrir næsta föstudag? Svo lengi sem að kálfinn á honum heldur næstu daga þá er engar á að gera hann. Jói Berg verður klár í slaginn og mun spila vel. Takk fyrir.